Lýður Árnason, gjörðu svo vel. Já, kæru ráðsfulltrúar og þeir aðrir sem hér eru og horfa á okkur. Fólk hefur verið svolítið að tala Landspítala og aðra stofnanir sem að samgildi kirkjunar. Ég held við getum nú öll verið sammála það að Landspítalinn, þetta sé þjónustu miðstöð fyrir okkur borgarana. Kirkjan hins vegar á rosalega langa sögu í þjóðinni og djúpa rót í þjóðinni og skipa stóran þátt í okkar menningararfleifð. Að því leyti kirkjan frábrugðin Landspítalanum. Hins vegar það svona kannski þróunin sú að kirkjan sé að nálgast Landspítalan í þróun að því að verða ekki síður þjónustustofnun. Og því kannski eðlilegt að þessi umræða sé í gangi, en ég held að sé varhugavert að breyta þessari skipun að við hérna í stjórnlagaráðinu ætlum að fara að gera það með að knýja fram einhverja þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég held að það sé varhugavert. Þetta bara allt of langur aðdragandi að þessu til þess að við ættum að fara að gera það hér og nú. Ég ætla aðeins að víkja því að sem Pavel sagði, hans breytingartillögu, sem mér finnst nokkuð góð, sérstaklega við blöndum Eirík inn í hana, Bergmann. Og þá hægt að hafa þetta þannig að í lögum á kveða á stöðu, stjórn og starfshætti kirkjuskipunar. Þá myndum við í raun og veru geta haft það inni, sem ég held að allir séu að deila hér að haft það inni að við séum ekki að breyta kirkjuskipan hér og við séum ekki að kveða á aðskilnað ríkis og kirkju, en leið erum við ekki að gera kirkjunni hærra undir höfði í stjórnarskrá. Þannig að það gæti hugsanlega verið lending að hræra saman tillögu Pavels og Eiríks. Svo lokum ætla ég aðeins að benda á þarna varðandi greinina númer 8 trúfrelsi í lokin. Stjórnvöldum ber að vernda öll skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög. Ég tek hans undir þær efasemdir sem hafa borist í ráðinu að lífsskoðunarfélag. Við þurfum kannski aðeins að vanda okkur betur með það orð. En að öðru leyti þá ég nokkuð sáttur við þessa greinargerð annefndar. Takk.